leikur á móti Keflavík en núna dettur þetta þeirra megin. Hvað er að gerast hjá ykkur? Já, við erum svona ekki nógu klókir í hérna 3. og 4. þegar við erum að ná fórnum. Við náum að 8 held ég og við spáum sér þá að fara að harra. Þá tökum við léleg skot og lélegar ákvarðanir og hérna, þannig að við verðum svona, ég segja að við hafum hent þessu frá okkur. Þetta var mikil skemmtun. Nú var fyrsti leikurinn í þessu einvígi ekkert sérstaklega spennandi en þessi leikur virtist vera, svona meira, komin meiri baráttu í þetta. Eru það að hleypa Keflvíkingum aftur inn í þetta með þessu? Ég meina Keflvíkingar eru með gott lið, við heldum aldrei að við varum að fara að sópa þeim og hérna, það er bara verið stórkostlegt plús ef það hefur verið en hérna, ég meina, við hefum samt getið unnið þennan leik og mér fannst við vera með henni í höndum og þráttur að spila ekkert rosalega vel og hérna, þannig að það er bara bjartsýni hjá okkur að við erum samt í leiku og þráttur að spila í það. Þannig að við förum bara til Keflavíkur og vinna á það er bara ennþá setra. Hvaða áherslubreytingar leggur þú fyrir það leik? Já, augsýnilega þurfum við að bæta okkar sóknarleik en það svipaði síðasta leik. Við erum bara ekki nógu klókir sóknarlega núna og hérna, við þurfum að vera betri. Kári í lokin, er þetta 2-3 skot? Já, stundum heitur og stundum ekki, það er bara þannig, það er ekki þetta væli við því, það fór ekki niður. Ég hef kannski viljað sjá að þeir horfið á vídeói hvort þetta hefði verið þrjúvíti hérna í lokin og mér finnst það ótrúlegt hvenær þeir ákveða að velja að fara og horfa og hvenær ekki og en eins og segi, við þurfum líka að vera harðir þegar þeir eru að berja okkur og mér fannst þeir fá ansi ofta að lemja ansi hart og en við þurfum samt að geta staðið og við vorum kannski ekki alveg nú harðir nú.